Þá kom að nóvember leiðsögn fyrir krabba. Þetta almenn leiðsögn og á við fyrir suma en aðra ekki. Svo takk ég bara til sem eigi. Nú til gamans þá má alltaf kíkja á önnur merki úr stjörnukortinu sínu. Og þá sérstaklega mændi ég mæla með tunglmerkinu eða rísandamerkinu. Þau merki eru svona, hafa neins hvernig áhrifamest svona af þessum sem eru í kortinu. En við skulum byrja á því að athuga hvaða krabba ég er að lesa fyrir. Kæri krabbi, það er svona pínu eins og að þú sért aðeins farið að kíkja út fyrir skilina þína. Þú ert alveg pottþétt með allar varnir uppi ennþá. En litla sjálfið þitt er svona aðeins að kíkja út úr skilinu og athuga hvort það sé óhætt fyrir þig að koma lengra út. Þetta er svolítið afgerandi hegðun fyrir þig. Þið eru alltaf hérna voða lítil og krúttleg og með síðan sko ægilega skel. Hún þetta sjáist hérna. Hérna ert þú, þessi litli. Og svo er skeliðin hérna þessi stóri sem passar hann með vopn og skjöld og svona. En þetta ert þú. Og þú ert svona aðeins að kíkja út fyrir skilinu og athuga hvort það sé nú kannski allt í lagi fyrir þig að koma út. Þú ert búið að vera að vinna mikið sjálfur þér og búið að rækta og skapa fyrir þig og þú ert ekkert rosalega fyrir að endilega hleypa fólki að þér almennt. Þannig að þú ert svolítið prívat með þitt praktis líka, svona það sem þú gerir fyrir þig. Það er mjög prívat og það þurfa ekkert allar endilega að vita hvað það er. En þú ert búið að vera að skapa mjög mikið fyrir þig. Svona þitt friðhelgi, þína vinnu, þitt heimili, sjálfið þitt, jafnvægið þitt, listrænu hliðina þína jafnvel. Svona búin að vera mikið að sinna þér og rækta þér. En núna er ástríðan þín og hitinn farin að gera vart við sig. Það er að kalla á það að þú farin að gera eitthvað meira, fara kannski út á meðal fólks eða kannir aðeins í kringu hvað er að gerast í umheiminum og það er svona aðeins verið að sparka í þig og biðja að vera aðeins meira sósíal og fara út og vera djarft og svona aðeins að taka sénsinn. Og þetta er náttúrulega mjög mikil óvissa fyrir þig. Við erum eitthvað að fara svona út án þess að geta verið með alla skilina með þér einu. En hins vegar þá er þannig verið að við erum svona kynnt undir að hefjist ykkur ný hringrás fyrir ykkur nýju valmöguleikar. En hins vegar það að vita ekki hvað er framundan. Vita ekki hvað gerist ef þú prófar, ef þú prófar að kíkja út þannig eða fara út með þessum eða hvað nú. Þú veist ekki hvað gerist, hvað er framundan að þú lætur reyna á það. Og það er rosa skeri, það er rosa óþægilegt og þá vill krabbinn bara fara aftur hérna og setja hérna nógu stóra skjöld yfir hjarta sitt og vera vopnaður og tilbúin í slaginn. Þú ert nefnilega svolítið gjarn á þetta. Sýna hérna. Alltaf vopnaður og með skjöld. Þannig líður þér svolítið best. En hins vegar þá er verið að pikka eins í það að þú þarf kannski að hleypa ástríðunum þínum aðeins út þannig að þú hafir verið rými fyrir þær og einmitt taka sénsinn þó þú vitur ekki endilega hvað er framundan. Að kasta teningunum og vona það besta. Að leyfa þér að gera eitthvað spennandi þó þú vitir ekki endilega hver útkoman er. Þetta er alltaf pínu teningakast, maður veit ekki hvað gerist en það gæti orðið alveg stórkostlegt. Af því að ef þú heldur áfram eins og ert búið að vera núna í svolítinn tíma, að þú ert búið að vera, þó þú sért búið að vera að sinna sjálfu þér rækilega, þá ertu líka búið að vera í ákveðinni einangrun. Og til lengri tíma þá er hún ekki góð fyrir þig. Þó að það sé fínt að geta kúplað sig út inn á milli, þá til lengri tíma svona mikil einangrun er bara ekki góð fyrir þig. Þannig að nú reynir á að þú svona tiplir aðeins
út fyrir skelina þína og athuga hvort það sé ekki eitthvað fólk í kringum þig sem tilbúið til að vinna með þér og njóta með þér. Þannig að það er komið tíma til að fara hans út á meðal fólks, kæri krabbi. En þá skulum við aðeins kíkja í fortíðina. Og það er hér, alla varnir uppi en kraumar undir niðri, kraftur og ástríða. Og það vill svolítið þannig til að ástríðunar okkar þurfa sitt rými, vilja út. Þannig að við getum ekki endalaust kæft þær hvort sem það er fyrir menntun eða listrænni sköpun eða til að fara út á meðalfólks, út á lífið eða kynnast nýju fólki í samböndum, vináttum, nánum samböndum, ástarsamböndum. Af því að þú átt þetta passion alveg í þér, það hefur alveg verið hana. Og þú ert aðeins farið að aðtöga hvort það sé ekki eitthvað til að tala við þig, Þú ert aðeins farið að gefa það færi við fólk. Og aðeins farið að pússa skóna ef þið skildi nú vera boðið í partí. Þannig að það er smá hreyfing á þessu hér. Af því að ástríðuna þínar sem að, þú hefur alltaf átt það til. Þær hafa bara ekki fengið að njóta sig núna einhvern tíma. Þær eru farnar að gera vart við sig. Þegar hérna er í áskoruninni núna á næstunni er að ég veit þetta er ekkert auðvelt. Ég veit þér finnst þetta svolítið erfitt að vera svona lítið eins og þú ert að vilja njóta eigin félagsskapar vel og vandlega og finnast gott að vera heima, gott að vera í búblunniðinni og ekkert rúklega þægilegt að hleypa einhverjum öðrum í þessa búblu, að þetta er alveg erfitt að ætla sig að fara að setja sig í einhvern djamgalla og gefa færa á sér og í samskiptum og fara út og án þess að vera með 4 veggi í kringu sig og það er alveg heilmikil ögrun. Og þetta er þannig ögrun að þú þolir bara skammt í einu. Þannig að það er kannski ekki alveg tímabært að þú farið í djamgallan og beint inn á næsta skemmtistað. Það væri kannski of mikið en hins vegar að fara og kíkja í spilakvöld með nokkrum vinum, skilurðu. Það er taka þetta í hænuskrefum af því annars er hætt við því að ef þú gerir of mikið of hratt þá hættu við að þú snúir bara rakleitt við og allir bara fara og vera einn heima aftur. Það er bara vera rakleiðis beint aftur í búblunina þegar þú virkar, þú funkar rosalega vel eitt. En hins vegar þá koma alltaf upp að þessar ástríður afturum og þörf fyrir eitthvað svona félagsskap og eitthvað líf, eitthvað smá partí. Þannig að ráðleggingin þín er að hugsa ekkert of mikið þetta og gefa bara svolítið eftir, slaka svolítið inn í aðstæður. Eins og segi, kannski ekki láta draga á barinn og inn í eitthvað risa skemmtistað. En ef ykkur býður þér að kíkja út eða spyrja hvort þú ert til að kíkja, hvort þú sé bara kaffihús eða pubin eða eitthvað skilurðu, að bara ekki hugsa of mikið, gefa bara eftir og segja bara já. Og ekkert að taka því of alvarlega, ekki taka sjálfu þér of hátíðlega heldur. Þetta þarf ekki að vera einhver svaka serimónía. Þú þarft ekki að hafa svona mikið fyrir þessu. Þannig að þú mátt alveg gefa svolítið eftir kröfunar sem þú setur líka á sjálft þig varðandi hvernig þú ert eða þarft að vera í félagslegum aðstæðum eða í fjölmenni eða hvað það nú er. Prófa bara að gefa eftir og slaka inn í aðstöðunar. Leyfa þér bara að vera eins og þú ert. Og þá kannski byrjar líka aðeins að upplifa þetta á nýjan hátt. Að þegar í dag þá
eru þetta svo miklar, mikla ögrun, svo mikla kröfur, en hins vegar að þú prófar að fara inn í þetta bara með slaka, þá kannski byrjar að upplifa þetta á svolítið nýjan hátt og svona pínu á hvolfi með hvernig það er í dag. En ef við athugum aðeins hvað er framundan, þá ertu þú ert í hænuskrifunum, ok, og þú ert að brúa þarna svona ákveðið bil. Og að mér sýnist bara að fylgja þinni ráðleggingu nokkuð vel, að brúa þetta bil sem að, milli tilhneigingu þinna til þess að draga þig til hlés og loka þig af, og svo þess að ástríðu að vilja vera með öðrum og gera eitthvað skemmtilegt. Þetta fer stundum bara ekkert alveg saman, en þú ert svona aðeins hérna í framtíðinni farið að brúa bilið þannig á milli, svona reyna að feta einhverja leið og finna leið fyrir þig til að fúnkera sem bæði, láta þetta virka saman, fá svona jafnvægi á hlutina, og þetta er bara í hænuskrefum. Og það er svolítið það sem þú ert að gera hér. Við fá hérna aðeins eitthvað. Hérna. Og það er einmitt, kannski upplifið sjálft þig ofta tíðan sem svona hálfgerða eins og þú sért einhvers konar geimvera í svona aðstæðum. Að þú ert orðið svo vant í að vera í búblunum þinni. Að ætla síðan að koma út úr búbluninni og vera í kringum annað fólk, að þá er það svona, þá líður manni stundum bara eins og maður sé bara eins og geimvera og veit ekki alveg hvernig maður er að vera. En svo ertu nú aðeins farið að svona þreifa fyrir og finna að þetta er nú kannski alveg gerlegt. En hins vegar þá er alltaf þessi óvissa sem að böggar þig svolítið. Að vita ekki, hafa ekki planið algjörlega 100% fyrirfram, Það fer alveg stundum svolítið í því að geta ekki, það er ekki handrit fyrir þetta, og það er ekki handrit fyrir hvernig aðrir bregðast við þér. Þú gætir reynt að búa til handrit fyrir þig, en það er ekki til að handrit fyrir það hvernig hinu bregðast við, og það er stundum svolítið erfitt. Og þá kemur þetta með að reyna mæta svo nýjan hátt, eins og ég vil að gefa eftir henni í aðstæðunar, að til þess að upplifa þig ekki eins og þú sért á valdi aðstæðnanna, að þegar þú ert í aðstæðum sem að þú ert ekki upp á þetta besta í, eða sem eru ögrandi eða krefjandi, þá hættir til að upplifun sé þannig að þú sért varnarlaust, hafir ekki stjórn á aðstæðum, getur ekki verið eins og þú vilt vera, og það er auðvitað þá bara mjög erfitt. En þá er þetta spurningun að snúa þeirri hugmynd við, að minna svolítið á að þú getur verið bara eins og þér sýnist, og bara slaka inn í þetta, þannig að þá ertu ekki svona eins og þrætt upp á þráð, Og þetta verður svolítið ný stefna fyrir þig. Það er hérna vagninn sem er spilið þitt. Þetta er krabbaspilið. Að þú ert svona að feta í hænufetum, að brúa bilið fyrir þig. Þetta er ekki fyrir neinn annan gert. Þetta er þú að smám saman feta þinn veg til að verða eins og þér líður best. Það er það sem þetta allt sem að snýst Þetta er ekki fyrir aðra gert. Þú ert ekki að gera þetta til þess að mæta kröfum annara hvernig þú eigur að vera eða haga þér líta út eða hvað nú. Heldur snýst þetta að finna þína leið til þess að líða vel.
og finnast þú meðal annars tilheyra. Það er náttúrulega það sem við erum flest að sækjast eftir, að líða eins og við tilheyrum í okkar menningu og samfélagi. Ég vil fá eitt Lightworker Oracle spil fyrir þig. Spiritual Decree. Við skulum sjá hérna. Þú hefur verið að velta þér fyrir hvað mun gerast næst í lífinu án þess að gera grein fyrir því hversu mikla stjórn þú hefur til þess að ákveða fyrir sjálft þitt hvað það verður. Hvað óskar þú þér að gerist næst? Ertu viljug til þess að nota þinn rétt sem frjáls manneskja, röddina þína og orkuna þína til þess að setja heimshjólið af stað? Ef svarið er já, þá er tími kominn til að þú talir þinn eigin sannleika til alheimsins. Staðfestur það, raungerðu það og þannig mun það vera. Þannig að þegar við hér verið að minna þig á að þú ræður, þú stjórnar. Þú getur í rauninni óskaðir og sett af stað þá þróun fyrir sjálft þig sem þú vilt. Þú stjórnar því hvernig þín persónulega heimsmynd mun verða. Það er þú sem skapar það. Og það er þú sem getur raungert það með því að standa með sjálfu þér, með því að nota röddina þína, með því að nota kraftana þína. Það er þú sem að skapar þína búblu, þína heimsmynd. Það er þú sem að skapar líka hversu stór hún er, hversu lítil hún er, hvert hún fylgir, og það er þú sem skapar það hver þú ert í aðstæðum hverju sinni. Þetta er þín leið. Það er engin ákveðin leið eða slóði sem að þú þarft að fara. Þú þarft að velja þetta sjálft og skapa þér þetta sjálft. Þá hérna er líka eitt íhugunarblóm fyrir þig. Það kemur hér sveigjanleiki. Já, krabbi minn, að ykkur krabbanum hættir kannski til að vera að skorta sveigjanleika, við skulum segja það. Ykkur líður vel í skilin ykkar, vilji hafa hana með ykkur flest og oft fylgir því að skilin er fulla alls konar dóti og græjum og hvað nú sem að þeir getur ómögulega verið á. En hér er verið að biðja þau að sýna örlítinn sveigjanleika og fyrst og fremst gagnvart sjálfu þér og þá gagnvart kröfunum sem þú hefur verið með fyrir sjálft þig. Sveigjanlegt gagnvart því hvernig þú berð þig að því að þróast og þroskast og því fylgir að það þarf aðeins að færa til dótið í skilinni og jafnvel að taka eitthvað og fjarlægja það alveg eða stíga út fyrir skilina sína. Og það er verið að minna það á þó þú gerir, það er verið sveigjanlegur því fylgir að þú þarft ekki að gjörbreyta einhverju, snúa heimilinu þín á hvolf og henda allu. Þetta snýst ekki að breyta einhverju þannig að það verður varanleg breyting á. Heldur bara að gefa sjálfur þér þá gjöf að það megi færa til, að það má prófa, það má gefa séns. Og ef manni líkar ekki þá breytir maður aftur til og gefur nýjan séns eða hvað það nú er. Það er það sem sveigjanleikin fjallar svolítið um. Þetta er ekki spurning um að
umróta öllu og færa til og gera varanlegar breytingar þar sem það ekki aftur snúið og þannig verður lífið það sem eftir er. Þetta bara spurning að prófa að færa eitthvað til. Þá vil ég segja að þessari lesum lokið og ég vona að skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.